Það er Sviss á morgun eftir þetta vantilega bara svekkjandi tap síðans í Portugal fyrir 2 vikum. Hvernig líst þér á Svissarana fyrir morgunni? Bara vel, ég held við séum í bara jöfnum og hörku riðli og já, mjög svekkjandi tap í Portugal en það er búið og núna bara að halda áfram og við erum ennþá með í okkar höndur. Við þurfum bara að klára okkar leiki og síðan það ætti að nægja okkur, þannig að við þurfum bara að einblína á það. Tvö ólík lið í Portugal og Sviss. Hverju þurfa að skeppa á fyrir morgundaginn, svona ólíkt kannski í því sem við vorum að gera á móti Portugal? Þetta er náttúrulega meira kannski svona einstaklingsframtak í Svisslendingum meðan við Portugal er meira svona liðsbragðar á þeim. Þannig að við þurfum kannski líka bara að finna smá leiði til að divæta á aðeins, til að ýta þeim aðeins í sundur og þá held ég að við séum í ágætismálum. Talaði við Jón Axel áðan og hann talaði að það væri svona nýr kjarni sem var að byrja saman. Táliðið með núna, hvernig líst þér á þetta í gæðsalegu nýja lið, hvernig líst þér fara af stað? Jú, ég meina það tekur alltaf tíma að byggja upp eins og hann segir, þetta er í rauninni nýtt lið þótt það séu kannski nokkri sem eru búin að vera þarna mjög lengi. Þá er þetta samt það eru margir að koma nýjir inn og tekur tíma að slípa þetta saman. Við erum búin að vera núna saman í 2-3 vikur og í rauninni sókninu öll ný og varnarleikurinn líka og áherslunar eru nýjar, þannig að en við erum búin að líta vel út á æfingu og lítum vel út í Portugal-leiknum fannst mér á köflum og kannski meira tempo heldur en við erum búin að vera í upp á síðustu kannski 2 ár en jú, algjörlega og náttúrulega talenti sem er að koma upp er náttúrulega bara hrikalega gott. Þú talar að þið hafið þetta ennþá í ykkar höndum varðandi það að komast upp úr þessu. Hversu mikla, hvað þarf að gerast til þess að svo verði? Þurfum að byrja að vinna á morgun. Það er náttúrulega stærsta er náttúrulega að verja heimavöllur og það byrjar á morgun og við höfum verið góðir og mér sé enga ástæða hverju það ætti að breytast og við erum með svona attitúd og svona sem að fleytir okkur langt. Það vill að fólk finnst óþægilegt að koma hérna og ég tala við marga félaga mína sem hafa komið hérna að spila við okkur og þeim finnst það óþægilegt. Við þurfum að halda því áfram og halda því þeirri menningu að sé svoleiðis. Takk.